Arnar, stutt í næsta leik. Hvernig er svona stemningin í hópnum eftir þessa æfingu? Það var bara góð, við skutum og Hlynur var ekki með okkur, hann aðeins slappur. En við skutum, fórum með svona smá adjustments og menn eru bara svona léttir, fengum gott kvöld í gær með fjölskyldu og svona, þannig að það er fínt. Þessi leikur í gær var svona kannski svolítið öðruvísi stemning eftir með að við kannski tapið á móti hérna Pólandi. Já, ég held að við vorum svona nokkurn veginn gengið sáttir frá okkar verk í gær, þó þetta var erfitt tap og allt það, en fyrir hálfleikurinn var mjög góður og það var frábær og þannig að við gengum bara vel frá því. Núna eftir þessu fyrstu 3 töp þá fer að sjálfsögðu af stað einhvers konar gagnrýni, það er náttúrulega einhverjar kröfur á ykkur, er þetta eitthvað sem að færa menn hér? Nei, sko, ég held að gagnrýnin er að hinu góða, það sýnir áhuga og allt það, en mér finnst nauðsynlegt að menn gagnrýni rétta hluti. Það er svolítið sko ríkt í fólki þegar það veit ekki hvað er að, það finnst eitthvað að ganga betur, þá er talað um baráttuleysi og andleysi og það er bara þvæla. Ef það er alltaf einhver maður að segja mér að Hlynur Bæringsson hafi ekki barist, þá er hann eitthvað verri. Eða Jón Arnór sé ekki að leggja sig fram að koma hérna meiddur eða Logi Gunnarsson. Þessir eldri strákar sem hafa komið okkur á þennan stall og ætla að halda þig fram að þegar hingað er komið í annað skipti að þeir sé ekki að berjast eða leggja sig fram er gjörsamlega galið og vanvirðing við þessa menn í einu og öllu. Hins vegar má gagnrýna allt annað. Erum við að spila rétta varnartaktík? Erum við að spila rétta sóknartaktík? Erum við að dribbla mikið? Erum við að skjóta og snemma? Erum við að skipta vitlaust? Erum við með rangan hóp? Fínt. Sú gagnrýni er uppbyggileg. En það er eitthvað að þegar menn ætla að tala um það að sérstaklega þessir eldri menn sem eru búin að koma okkur hingað, búin að berjast gegnum súrt og sætt í 10 ár. Fari ekki þetta þegar landsliðið var ekki gott, þegar illa gekk og ætla í alvöru að halda þig fram að þeir sé ekki að leggja sig fram er bara vitleysa og þvæla. Gagnrýni það sem má gagnrýna, endilega. Leikur á morgun á móti Slóveníu, þeir eru búin að vinna þetta leikina og líta virkilega vel út. Þetta verður erfiður leikur á morgun. Þeir eru með mjög skemmtilegt lið. Við spilum við það í fyrra á undirbúningstímabilinu, mjög hrifin. Þeir eru með þetta frábæra leikmenn, þeir eru mjög vel þjálfaðir, hann er aðstoðarþjálfari hjá Utah Jazz, sá sem er með þá. Ótrúlega flottur, hreyfingin er mjög góð, 4 skotmenn og sterkur rúllari og kannski er þetta eitthvað svona, við getum eitthvað hortið þér á sóknarleik svona á komandi árum, ég myndi halda það, þeir eru alveg frábæri þar. Glæsilegt, það er ekki lengra.